Ég ætla að sýna ykkur núna nýja skipun sem heitir SumIf og hún virkar þannig að hérna vinstra megin, hérna erum við með yfirlit yfir einhver svona bankareikning, hérna erum við með fyrirtækin og hérna ert þú búinn að fara og eyða einhverjum pening og hérna er upphæðin, hvað er að eyða. Og þetta er ekki mjög langur listi, en hérna viljum við taka saman og reikna út hvað eyddi ég á Subway samtals og mistökin sem þú getur gert, sem er ekki rétt, sýna ykkur það, að það er einfaldlega að fara hérna og hérna er ég á Subway, hérna líka og hérna líka. Og vissulega er þetta rétt tala, en þið getið ímyndið ykkur þetta væri hérna 50 eða 100 línur niður, þá er þetta ekkert sérstaklega skemmtileg leið. Þannig að það sem við viljum að koma í þannig hérna reit er einfaldlega við viljum leggja saman allar tölunar sem eru hérna sem lengi og það stendur Subway hérna hliðina. Ef það stendur Subway hérna í þessum hérna reit eða þar sem stendur Subway þá viljum hún taki tölunar hliðina á því og leggja þær saman. Það er þessar meðsvar. Þannig að sum þýðir að leggja saman og if er bara if, þannig að við erum að leggja saman ef það er Subway hliðina. Ok, en við byrjum bara að skrifa SumIf. Ok, og hérna koma, hvað er þetta? Sín, góð tímasetning. Þannig að fyrsta sem kemur, þetta eru 3 atriði sem þarf að koma í hennan sviða. Fyrsta er dálkurinn þar sem við viljum leita að nafninu á fyrirtækinu. Þannig að þetta hérna viljum við leita að fyrirtækinu. Ok. Þannig að það er komið fyrsta og þá kemur semikoma, passa ykkur að hjá mörgum er þetta komma. Næst er hvað er það sem við viljum leita að? Og jú, það er Subway, við viljum leita því. Við viljum ekki að skrifa Subway, við viljum bara smetla hana reitt. Ok. Þriðja og síðasta atriðið er hvað viljum við leggja saman, hvað reitur það eða dálkur. Það er náttúrulega bara þessi hérna, þetta er þessi við viljum leggja saman. Þá prófa þetta og sjá þetta er sama upp á því ég fekk á hann. Þá náttúrulega það sem henni langar að gera er að draga þetta niður. En sjáu hvað gerist ef ég dreg þetta niður 1. Ok, þetta lítur vel út, en sjáu hvað gerist ef ég tvísmetla á hann reit. Þá sé ég hérna hvaða reit ég er að nota í þessari formúlu. Og hérna sjáu þennan blá og þennan fjólubláa. Og þið sjáu að Subway er ekki inni hérna. Þannig að þegar ég dróga þessi jöfnu niður, að þá datt þessi hérna bláu kassi og þessi fjólubláu, þann datt niður 1. Og þetta verður með þessi ennþá meira ábyrjandi þegar maður fyrir hérna niður í Amazon. Þá sjáu þið, hún er ekkert að leggja saman hérna uppi. Þannig að sem þið þurfa að gera hérna er að stroka þetta út, fara aftur í efstu jöfnuna. Og við þurfum að festa ákveðna reiti. Við viljum festa allt þetta hérna, þetta bláa hérna og þetta fjólubláa. Og af því að við erum að draga þessa jöfnu niður hérna, að þá viljum við festa þessa tölu hérna 7 og 17. Við þurfum ekki endilega að festa dálkinn A eða dálk B, þannig að það er nóg hérna að setja dollaramerki fyrir framan tölunar. Passa ykkur því, við erum ekki að setja dollaramerki fyrir þennan hérna reit. Af því það er hérna fyrirtæki og við viljum það detti niður hérna þegar við draugum formúluna. Prófum þetta. Þá sjáum við hérna að við erum með þessa reiti hérna að valda.